Heil og sæl verið og hjartanlega velkomin á árshátíð í Laugarnesskóla. Við erum kynnarnir hér í kvöld, ég Kristinn. Og ég Gabriel. Í kvöld munum við sjá fjöldan allan skemmtilegu leikatriðum sem allir hafa unnið hörðum höndum að setja upp. Því þó eitthvað annað en að byrja þessa veisluðu? Nei, það held ég ekki. Okkur langar að bjóða fyrst og annan bekk upp á svið og sína leikritið Galdrakallinn Njós sem Ragna Magnúsdóttir og Harpa Jóhannsdóttir settu. Gefið fyrst og öðrum bekk gott klapp. Einu sinni var stelpa sem hét Dórótea. Hún bjó hjá frænda sínum og frænku í Kansas. Dag einn var hún og hundurinn hennar Tótó, það er sem sagt gatt, að leika sér inn í húsinu. Þá kom stór fellibylur sem reif húsið upp frá grunni. Flaug ekki aftur, eftir nokkra daga fór húsinu. Hún stökk í undarlegu landi. Hvað er ég? Og hverjir eru þið? Við erum borgarbúar. Ég er borgarstjóri í þessum bæ. Takk fyrir að drepa vondum nornina. Ha, hvað meinar að ég hef ekki drepið neina norn? Húsið lenti ofan á norninni. Við höfum hræðilegt nornina í mörg ár. Derfor þú losað okkur yfir nornarinnar. Við erum lausir á álögunum! Hún var flúðhausa stór. Ég held við séum völdvóttir. Takkan kæri borgarbúa, hvernig kemst ég nú til Kansas? Ég veit ekki. Ég veit ekki. Ég veit ekki. Æ! Þú var auðvitað við hunda. Ég veit þess að hvernig ég getur hjálpað. En hvernig finn ég Galdrakallinn Njós? Fylgdu gula múrsteinsspeglinum. Hvað var þetta? Ég? Varstu að tala? Já. Fuglafræðan sagði henni sögu sína. Hún sagði að hausinn væri fullur af hálmi og þess vegna hafði hún engan heila. Og mér langar þau heilu og gáfu. Ég er ekki Galdrakallinn Njós. Nei, kannski það hanga eftir heila. Já, þá. Hvað var þetta? Olía. Olía. Fína klassir. Jæja. Takk fyrir. Hvað ert þú að gera hér? Ég var að skóga haukatré og allt í einu byrjaði að rigna og áður en ég komst út þá ryðgaði ég fastur. Æ, en skelfilegt. Ég hafði verið hér að eilífu þyrmyndingum og þetta. Hvað er þið annars að gera hér? Hvað er þið annars að gera hér? Við erum að leita Galdrakallinn Njós. Viltu koma með? Dórótea vill komast inn til Kansas og ég vil fá heila.
Heldur að galdrajón geti gefið mér hjarta? Hjartan minn á stólu stúlkunni elskar hann. Já, ég er viss að hann geti það. Svona er ég fæddur, ég get ekki það að gera, en ég hef alltaf óskað svona stórt hugraljón. Ég er nú ekki galdrajón nús, veistu koma með, kannski fyrir hann er hugrekki. Það er frábært. Loksins komuðu til Smararsborgar. Þetta var fallegasti staður sem við höfum nokkuð tíma séð. Göturnar voru grænar, húsin og þakin glitrandi smaröðum og í miðri borginni sáu þau höllina og þar stóðu varðmenn. Við erum komin að hitta galdrakarlinn Oz. Fylgið þið okkur. Galdrakarlinn Oz, myrti galdramann. Að þú eru þið komin. Mér langar að fara heim til Kansas. Mér langar í heila. Mér langar í hjarta. Og hann vill fá á hugrekki. Því miður get ég ekki hjálpað en þegar ég kústar vondunornarnir í vestri. Fylgið okkur út. En hvernig finnum við vondu nornarina í vestri? Við skulum ekki reyna að finna hana. Enginn sem reynir að finna því nokkur tíman aftur. En ef þið endilega viljið, það er alltaf í vestur, langt vestur og þið getið. Þau þökkuðu honum fyrir og héldu í vesturáttu. Þau hlupu eins og þau gátu, en eftir að hafa hlaupið lengi voru hann mjög þreytt og ákvað að hvíla sig. Ég er svo þreytt. Getum hvílt okkur hér í smá stund. Ekki þið.
Þið getið hvílt ykkur hérna í smá stund. Við stöndum. Við stöndum vel. Við þurfum ekki hvíld. Nú segi ég ykkur frá vondu norninni í vestri. Hún hafði aðeins eitt auga, en það var eins og öflugur sjónauki og með því sá hún hvert sem er. Hún sá Dóróteu og vini hennar og hún tók eftir rauðu skónum hennar Dóróteu. Aha! Hún kallaði á þræla sína, vængjúðu apana. Komið hingað vængjúðu apa. Sjáðu þessi stelpu þarna, ég hafði nógu skónum hennar. Förum á stað. Apar nornarinnar. Fyrir ykkur. En það var of seint. Allt í einu hefði aparnir náði. Þau börðust öll eins og þau gátu. En það var ekki nóg. Það voru of margir apar. Aparnir náðu Dóróteu, fóru með henni eftir í kastana. Gefðu mér skóna. Nei, þeir eru mínir. Sama hvað nornin reyndi, þá vildu skórnir ekki losna. Nornin áttaði sig á því að þar sem þetta voru töfraskór, þá var aðeins hægt að fjarlægja þá ef Dórótea vildi að þeir losnuðu. Við höldum hann í vondan orð. Ef gefur ekki skóna, þá drepi hundið þig. Nornin teygði sig í Tótó, en Tótó beitti hann í handlegginn. Ó, þú ætlaði að borga fyrir þetta vondi hundur. Ég kem eftir 1 klukkustund. Ég vorkenni Dóróteu svo mikið. Við þurfum að bjarga henni. Hefur þurfti náðu Dóróteu. Ein klukkustund leið og nornin kom aftur. Ég er komin að sækja skóna. Nei, þeir eru mínir. Þú skalt aldrei fá skóna vonda norninni. Við náum henni vondan norn. Já, stjórn apana. Ljónið sló alla apana niður, en nornin, hún greip kyndil frá veggnum og ætlaði að setja eld á skottið á ljóninu. En þá fann Dórótea vatnsfötu og skvetti á nornina. Brátt var nornin gufið upp, hún þoldi ekki vatn. Vængjúðu aparnir losnuðu úr álögum. Við erum lausir af afleifunum. Ég skap vonda nornarina. Galdrakallinum hann. Það getur verið fast galdrakallir mann. Leggjum á stað. Því þá fáum við heila hjarta og hugrekki. Eftir langt ferðalag voru þau loks komin aftur í kastala galdrakallsins. Eru þið með kúskapli? Já, galdrakall, ekki bara það. Við drepum vondu norðmaðurinn í vestri! Þú ert að hlæða. Þú ert með heila. Það getur gáfur þegar
til að bjarga Dóróteu. Takk fyrir. Maður, þú ert með hjarta. Þér þótti vænt vini þína. Fattar það kannski? Já, þú varst hurðverk að láða frá norðina og apana hennar. Þú ert með hurðverki. Þú gast þéna sem farið heim. Hvað meinar þú? Þessi skóli er gamla skóli. Þú gast farið heim hvenær þú vildir. Eina sem þú þarft að gera er að smella hælanum rísa saman. Ok. Dórótea faðmar vini sína í kveðjuskyni, smeltir svo hælunum á skónum sínum þrisvar saman. 1, 2, 3, farðu með mig til kassans! Næst stígum við Fjólubekkar á stokk með frumsamið leikrit eftir Dagnýju Rós Stefánsdóttur. En hún og Sóley hafa hjálpast að við að setja þetta nafnið er ímyndunaraflið. Gefum Fjólubekk gott klapp. Bjuggu hjón á sveitabæ út á landi. Þau bjuggu þar ásamt börnunum sínum 5 og dýrunum á bænum. Fjölskyldan bjó langt frá næsta bæ sem var til þess að þau eyddu mjög miklum tíma saman. Allir voru duglegir að hjálpa til á bænum og í frístundum las mamma þeirra fyrir þau ævintýri. Jæja, krakkar mínir, eigum við að lesa ævintýrið? Við kunnum þessi 3 ævintýri utan að. Já, grísirnir bjargast frá úlfunum, Emil lærir af prakkarstrikunum og Lína er mjög sterk. Viltu óska þess að við getum keypt nýtt ævintýri? Þið getið þá farið á markaðinn og skipt mjólkin og fengið korn í staðinn. Ég nenni ekki. Jú, komið systkini, við förum. Hvers vegna varstu svona ormur að fara á markaðinn, Jakob? Já, mig langaði ekki að fara. Ég fekk nefnilega snilldar hugmynd að geta skipt mjólkinu út fyrir kornin ásamt ævintýri. Mikið ertu sniðugur, Jakob. Hvað er þetta? Ég veit það ekki, þetta virðist vera... Hver eru þið og hvað eru þið að gera hér? Við búum hérna rétt hjá, hver eru þið? Við erum ímyndunaraflið. Er það ekki eitthvað sem við erum með? Jú, en við erum ímyndunaraflið. Við flokkum á milli staða til þess að hvetja fólk til að nota þeirra ímyndunaraflið. Við veljum ekkert hvert við förum, heldur birtum sér bara skyndilega það sem okkur þarfnast. Þið aðstoðað ykkur það? Sér sko, ég held að við notum að ímyndunaraflið. Já, það held ég, en þú segir ekki ævintýri er það. Selja ævintýri? Ævintýri þarf ekki endilega að selja. Vitið þið ekki að þið getið skaldað ykkar einn ævintýri með ímyndunaraflið? Hvernig gerum við það? Við skulum kenningu. Já, og við kremum og lokið augunum. Allir tilbúnir. Ég skal byrja. Einu sinni fyrir langa löngu var prinsessa í kastala sínum. Prinsessan hafði verið föst í turn í kastalanum í mörg ár og þráði ekkert heitar en að flýja úr kastalanum. Hvað gerðist næst? Þegar hjálpa okkur að halda áfram. Allt í lagi þá. Það hafði eitt sem verið galdrakall sem setti á hana álögu og hún ætti að dúsa í turninum. Prinsessan var þá heppin að hún bjó ekki alveg ein heldur með hundinum.
Eða ég myndi kisuna Brúselínu. Eina leiðin fyrir prinsinn til að flýja væri að það kæmi einhver á dreka til að bjarga henni. Dag einn átti álfur þar leið hjá og yrði prinsessunni í turninum. Hann kallaði til prinsessunnar. Ó, þú fagra prinsessa, á ég að bjarga þér? Það svaraði prinsessan. Dásamlegir bjargfæstir, já takk, en þú verður að fá drekann til að aðstoða þig. Álfurinn hafði samband við drekann sem sagði: Því miður get ég ekki hjálpað, ég er upptekinn að bjarga öðru prinsessu. Álfurinn ákvað þá að láta á reyna án hjálp drekans. En prinsessan sagði álfinum að passa sig því að það væri skrímsli sem verndaði turninn. Skrímslið var mjög ógnarlegt og álfurinn vissi ekkert hvað hann ætti að gera til þess að sigra það að komast fram hjá því. Þetta er mjög hræðilegt skrímsli. Á meðan álfurinn var að hugsa sig kom skrímslið auga á hann og nálgaðist hann óðfluga. Álfurinn sá enga undankomuleið. Álfurinn var mjög hræddur og sá enga undankomuleið. Skrímslið kom alveg upp á hann og sagði: Hér eru lyklar, ég nenni ekki að hangja þessum kastala lengur. og labbaði í burtu. Álfurinn brá heldur betur en sagði: Ég hafi líklega rústað þér. og opnaði turninn og hleypti prinsessun út. Prinsessa var mjög fegin þessu. Ég bjóst nú við að það kæmi dreki til að aðstoða mig. Og riddari. Loksins var prinsessan og kötturinn hennar frá Brúselínu frjálsar og gátu gert hvað sem þær vildu. Prinsessan knúsar álfinn í þakkarskyni þegar skyndilega birtist riddari sem sagði: Ó, þú fagra prinsessa. Á ég að bjarga þér? Prinsessan horfir á riddarann hissa og þá sagði riddarinn: Ó, ég má þegar sé að það sé búið að bjarga þér. Prinsessan þáði farið. Allir liðu hamingjusamir til æviloka. Endi. Sko, nú fengum við ævintýr án þess að eyða peningum fólk. Maður getur nefnilega skemmt sér án þess að það kosti peninga. Þetta er frábært. Núna þurfum við ekki að kaupa okkur ævintýri því þau gerast enn.
Vá, litla veislan. En ekki versna því að 3. bekkur ætla að heiðra okkur með nærveru sinni og flytja fyrir okkur leikritið Pétur Pan. Akkurat já, sagan drengir sem aldrei var fullorðin. Ég veit ekki með ykkur en það hljóma ágætlega nýmörum. Jú, engin reikningar og svona. En þær Marta Gunnarsdóttir og Valborg Halldóra Gestsdóttir hafa aðstofað krakkanum við þessa upplýsingu. Uppsetning. Gefum 3. bekk gott klapp. Einu sinni fyrir langan löngu var 3 systkini sem hétu Vanda, Mikael og Jón. Systkinin bjuggu í stóru húsi í London og hverju kvöldi sagði stóra systir þeirra Vanda bræðrunum sínum sögur fyrir svefninn. Sagðu okkur meira Pétur Pan. Ég gerði það Vanda, sagði okkur alveg svona. Gerði það? Nei, ekki í kvöld. Klukkan margt og við þurfum líka að vera í skólanum morgun. Loki nú augunum farin að sofa. Góða nótt Vanda. Nokkrum klukkutímum síðar vöknuðu systkini skelfingu lostin. Einhver var í herberginu þeirra. Strákar, hvað ljósið þetta þarna í horninu? Hvað? Hvað er þetta? Er þetta? Já, þetta er ég. Skellibjalla. Skellibjalla? Allt í einu gerði svolítið ótrúlegt. Strákur í grænum fötum birtist skyndilega í miðju herberginu. Pétur Pan? Já, ég bara þetta vinkonum í skellibjalla. Viljið þið koma með okkur í ævintýri? Í ævintýri? Já, við getum tekið ykkur með okkur til Hvergilands, þessi týndubörnin búa. Til Hvergilands? Þessi týndubörnin búa? Já, það er einhver endur fyrir allt sem ég segi. En Pétur, við getum ekki flogið. Og skellibjalla stráði töfradufti yfir þau öll svo þau flugu upp og niður svo út gluggann. Skellibjalla og Pétur á undan og svo systkinin. Þau flugu í marga daga og marga nætur þar til þau voru loks komin til Hvergilands. Þegar hann nálgast heyrir Tiffi í maga hans bergmála í úrinu í maga hans. Var ég bara að tala um mig? Alveg róleg, hann hefur bara áhuga á Kaptein Krok. Já, það er satt. Tikki í vaðarmálið er það eina sem Kaptein Krok ræðir. Vó, það er ótrúlegt. Hann komið, við skulum halda áfram að skoða Hvergiland.
Skellibjörn var svo sár yfir þessu hún reynir nú að losna við Vöndu. Hún var staðráðin því að koma Vöndu fyrir kattana og sótti svo týndu börnin sér til hjálpar. Já. Sjáðu þessum stóra vonda fugla elsta Pétur Pan. Þið verða að bjarga honum. Hvar? Þetta fyrir aftan Pétur. Ekki máli Skellibjörn mín, ég skal bjarga Pétur var svo furðulega fugli. Týndu börnin tóku upp vopnin sín og skutu Vöndu. Vanda fann fyrir miklum sársauka þegar hún fékk skotið í sig og svo hrapaði hún til jarðar. Hver þú? Ég held að Skellibjörn sé fann að sjá eitthvað illa, sko ekki fugl. Vá hvað hárið eitt fallið. Getur þú verið mamma okkar? Mamma ykkar? Ég er bara lítið stelpa svo þið. Þú ert samt eldri en mig og við eigum okkar mömmu. Gerðu það. Arr, hvað höfðu þið hér? Að þú ekki vita að vingarna spurningskvæm. Þú kemur mér, þú kemur okkur. Látt hann vera ótaf fyrir þig. Ég geti sagt þessa vingarna aftur á lífið að hann koma til mín. Ó nei, við verðum að finna Pétur Pan. Síðan tóku þeir Vöndu með sér í sjóræningaskipið sitt. En týndu börnin voru ekki lengur út að Pétur Pan vita sem flýtti sér eftir sjóræningum til að bjarga Vöndu. Kafteinn Krókur, hér er ég eins og baristum. Velkomin borð Pétur Pan. Siggi, farðu með stelpuna upp í land og tökum loks Pétur Pan til fanga í síðasta sinn. Skal gert. Pétur Pan var tekinn til fanga. Hvað getum við gert? Hvað getum við gert? Fyrir dæmis það er mér að kenna og skotið með henni. Sér svo eftir við getum að ræða til vinkonur. Já, auðvitað Skellibjörn, en nú þurfum við að hjálpa Pétri. Hann var tekinn til fanga. Ég veit hvað ég gerir, fylgdu mér. Skellibjörn Vanda og öll börnin fylgdu Skellibjörn á sjóræningaskipinu. Þau voru nálguðu skip sjóræningjanna kallaði Skellibjörn á hafmeyjurnar. Hafmeyja! Ég. Þið verða að segja krókódílu strax. Pétur Pan í vanda. Við gerum það. Krókódíl. Hér er ég mættur með tikkandi bumbu. Nei, stopp, þú voru ekki þarna sjón. Slepptu Pétri Pan. Ef þú gerir það ekki, klára krókódílinn það sem hann var byrjaður á. Slepptu Pétri! Ertu við? Já, það er æs! Kafteinn Krókur sá sér engra annarra kosta völ. Hann sleppti Pétur og flúði ásamt sjóræningjum sínum. Þetta gekk nú vel. Já, vel gert. Sjáðu hvað maður hættur. Núna er völu. Nú getur við fara aftur heim. Aftur heim? Ég held að hann myndi búa hjá okkur að eilífu. Það búið frábært að þú heimsáðir til okkar. En ég held að mamma okkar að sé að pappi sé að fara saman okkar. Og líka allir vinur okkar í London. Pétur, geturðu fylgt okkur aftur heim? Að sjálfsögðu get ég það. Við höfum eftir að sakna ykkar. Þið verðið að lóka mér svo. Við lofum því. Þannig endaði sagan Pétur Pan. Þetta var álfurinn. Hei Gabi, trúir á sjóræningja? Hvað meinar að trúa á sjóræningjum? Þeir eru til í alvöru, sko. En hún Gísela Halldórsdóttir samdi klikkaleikrið til sjóræningja sem 5. og 7. bekkur ætlar að sýna okkur næst. Leikritið er byggt á frægu kvikmyndunum Pirates of the Caribbean. Já, og Helga Sunna Sigurðardóttir aðstoðaði við uppsetningu, ekki gleyma því. Tökum vel á þetta 5. og 7. bekk.
Við vorum stödd út af miðja Karabíska hafinu. Þar er konungur Lúðvík 23. á skemmtisiglingu ásamt dóttur sinni Sölku. Á skipinu voru að sjálfsögðu einnig riddarar hirðarinnar og virtasti vísindamaður hallarinnar. En það vill einmitt þannig til að vísindamaðurinn er nýbúinn að finna út úr gömlu fjársjóðskorti sem enginn hefur getað lesið fyrr. Hvað segirðu? Hvers konar kort er þetta? Þetta kort er af fjársjóðum sem fornfaðir þegar Lúðvík 8. faldi rétturinn hann dó árið 1327. Fjársjóðurinn hefur að geyma yfir 3000 silfurpeninga og margar mismunandi tegundir af demöntum, safírum og rúbínum. Það er ekkert annað. Hvernig stendur á því að ég hef aldrei heyrt um þennan fjársjóð þinn? Enginn hefur áður tekist að lesa þetta kort. Lesa í kortið en með hjálp nýjasta stjörnusjónaukamins hefur loks tekist að lesa í kortið og finna hvað fjársjóðurinn var falinn. Þetta eru mikla gleðifréttir. Ég legg til að það voru okkar fyrsta verk þegar við komum aftur heim að það að leita þessi fjársjóði. Sagði ykkur fjársjóðir? Mér langar fyrir fjársjóðir. Má ég koma með pabbi, gerðu það? Nei, gullið mitt. Ég get ekki alltaf að hætta að missa þig. Þú ert dýrmætasti fjársjóði sem ég á. Þú verður heima og passar höllina með hann. Aldrei fæ ég ekki að neitt skemmtilegt. Yfir hátíðin sem við eigum skipið sjónautina, þetta er byggt á okkur. Okkur grunar þetta getur verið sjóræningjar skip, herra. Það var einskáld og felur kortið, ekki vilja að afbröðin komist í hendur sjóræninga. Já, Salka, viltu læsa þetta í peningaskapnum minn í káðinu minni þar? Já, pabbi. Sjóræningaskip segir. Getur það verið? Já, þarna var svo sannarlega sjóræningaskip. Og það er ekkert smá skip. Þarna var á ferðinni sjálfur kapteinn Jón Spörfugl, einn alræmdasti sjóræningi allra tíma. Mörg ykkar þekkja hann eflaust sem Captain Jack Sparrow, en hérna á Íslandi er hans alltaf minnst sem kapteinn Jón Spörfugl. Áhöfnin hans er heldur ekki að verða endanum. Það eru þeir naglinn áfölni, skrúa skurðlega og Gaddi málusi. En hann er mállus og hefur því með sér páfagauk sem talar alltaf fyrir hann. Þá erum við búin að kynna alla sögupersónurnar, svo nú skulum við bara sjá hvað gerist næst. Ráðist þér allir fyrir hann. Ég veit að þið komið tilbaka með eina smápring sem fyrir fyrst þessu skipi. Árás! Jón Spörfugl. Heitir hann Spörfugl? Gat ekki fundið sér aðeins ógnvænlegri viðurnefni. Kortið! Þeir tóku kortið! Ó nei! Hvað kort? Er það að tala um þetta kort? Jú, einmitt! Hvernig fórstu að þessu? Þetta var auðvelt. Við skiptum bara kortið úr. Settum hvað annar kort sem var í káfans pappa í peningaskapnum og geymdi þetta varsan. Mikið eftir snjöld, stelpa mín. En býttu, ef við erum með þetta kort, hvaða kort eru þeir þá með? Já, hvaða kort ætli sjóræningi séu núna með? Við skulum bregða okkur í viðskip Jón Spörfugls til að... Kapteinn Jón Spörfugl. Já, afsakið, við skulum bregða okkur í viðskip kapteinn Jón Spörfugl og sjá hvað er þar að segja. Og ég þurfa að bíða í alla dag. Hvað var í peningaskapnum? Var þetta eina? Já, kapteinn, þetta var það eina sem var í peningaskapnum. Mikið var þetta eitthvað ræðinslegt. Fjársjóðskort! 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 Fuglinn hefur rétt fyrir sér. Það var eitthvað að geymt. Kortið var eitthvað að geymt fyrir næstum peningaskap. Ef það var ekki merkilegt. Ég var að hugsa, gleymdi bara að segja. Þenni sætli fyrir hann. Ég skuli veist og finna fjársjóð. Og sjóræningjarnir sigldu af stað í þá átt sem kortið sýndi. Þeir sigldu í marga daga og marga nætur þar til loks þeir koma að lítilli eyðieyju. Þar gengu þeir á land með skóflur og haka, tilbúin að grafa upp fjársjóðinn mikla. Það var svolítið skrítið að vera svona
hægt að fjarsa á svona ómerkilegri eyju? Nei, það er nefnilega bara ekkert skrítið. Það er eiginlega bara mjög sniðugt. Fólki geti aldrei í huga þetta hér, svo þetta er fullkominn staður til þess að bera fjarsjó. Hvað haldið þið að segja í fjarsjónum? Ég held að það sé kista full af rúbínum. Sprengja! Sprengja! Eða kista full af demöntum. Sprengja! 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 Hvað læti er tókninu þér, Katti? Þakkaði niður honum, ég heyri ekki sjálfur mig hugsa. Hérna er þetta, kæru vinir. Það er komið að því. Komið að hverju? Það er komið að stundir sem við höfum öll beðið eftir. Og við höfum fundið fjarsjó konungsins. Yeah! Jæja, kæru vinir, byrja að grafa. Sprengja! Spyr, af hverju páfagaukurinn að segja sprengja? Hann var að pottþétt að reyna að segja ykkur að það verður fljótlega að sprengja konungsins sem ekki fyrir á fjarsjónum. Já, alveg. Þetta. Hvað er þetta eiginlega? Á ég fá þetta? Þetta hérna. Þetta er... Sprengja! Noppi, þú ert varkallið, þú mátt sprengja þetta. Það var ekki með Jóni. Þetta er ekki. Heyrðu, það er eitthvað 200 á þessu. 7. Nei, nú er þetta 6. Nei, nú er 5. 3, 2, 1. Já, þannig fór sagan sú. Og hvað værum við að þessari séu? Jú, það borgar sig aldrei að stela. Munið þið það. Takk fyrir þetta, fyndu sjöndinni. Þetta var mjög vel gert hjá okkur. Næsta svið er 7. og 8. bekkur með leikritið Einu sinni var. Þetta leikrit samdi hann Bæring Jón Breiðfjörð Guðmundsson og Gísala og minnir okkur í leið á hvernig að koma fram við ástvin okkar. Gefum 7. og 8. gott klapp. Við erum stödd í húsi Þorkels Friðbjarnarsonar, fyrrverandi prófessor íslensku fræði. Þorkell situr í hægindastóli sínum við skrif á nýrri þjóðsögu sem á að birtast í fyrstu tölublöðum á skírni hins íslenska bókmenntafélags. Þetta verður það besta sem búbóta var og hér. Ég finn á mig. Ekkert að gera um að byrja. Einu sinni var. Stór og ófríð tröllskessa sem bjó upp á Ingólfsvelli ásamt eiginmanni sínum sem var að sömu tröllaði. Tröllaðarnir náðu að búa upp á Ingólfsvelli í mörg 100.000 ár því mannfólki vissi betur en að vera ekki að abbast upp á tröll. Að það kom tröllahjólunum algjörlega á óvörum þegar lítil stelpa birtist í hellismennunum. Það þarf nú örugglega ekki mikið til að hreiða þetta greið í burtu. Af hverju gerir hann ekki neitt? Venjulega þarf ekki að gera annað en að anda á mannfólki svo að hlaupi skrækjandi í burtu. Hvers konar heyrnarlaus? Já, þú meinar. Stelpan datt kolli öllum hamaganginum en í staðinn fyrir að hlaupa upp burtu skelfingu lostin fór hún að hlæja. Ég heiti Guðríður, en þú? Þú ert kannski ekki mikið fyrir að tala. Ég skil það vel. Bróðir minn er svona líka. Allavega. Ég var að spá hvort það getur aðstoð. Ég er að leita geitinni með henni fyrir þig. Ég er ekki búin að sjá henni í marga daga. Ég var að spá hvort það getur hjálpað mér að leita henni. Mamma sagði mér að passa mig á tröllunum í skóginum og... Hvað er að henni? Ég veit það ekki eiginlega. Hvað hefur að gera við hana? Við getum
ljósvörðin sem að hluga? Á ég að færa þig te, það getur hjálpað þér út með ritstíflu. Ritstíflu? Ég anskotan ekkert með ritstíflu. Ég var ákveð. Ritstífla var hann yfir leti og hann Þorkell Friðbjarnason, prófessor emeritus, fær sko ekki ritstíflu. Ég skal sko sýna. Einu sinni voru. Karl og kerling í koti sína. Þeim hafði lengi dreymt eignast barn, en aldrei hafði það orðið að ósinni. Einn halvan vetur var kerling ófrísk, en því miður lést barnið við fæðingu og var það því mikið áfall fyrir þau hjónin. Þetta barn mun á að lifa í hjörtum okkar. Árin liðu og ekkert gekk að eignast barn og loks hættu hjónin að reyna. Við getum þó allavega að hugga okkur við það að við eigum hvert annað. Það verður allavega ekki tekið á okkur. En eina nóttina, þegar Karl og kerling voru fast á svefni, heyrðist mjáróma rödd fyrir utan útidyrnar. Illa dreymir, drengi minn, drottinn sendu engin til. Vondur, vöggu hans að vaka já, vondur draumur snakka frá. Hjónin hlupu útidyrunum, en þegar þau komu út var enginn þar og röddin þögnuð. Skrítið. En næstu nótt endurtók sagan sig. Láta dreyma líf og eig, bjó svo allt sem gott til. Á stofun og tröst og trú. Sagt hann strax, ég fóstur nú. Ég borða bara ekki því. Þriðju nóttina var kerling andvaka yfir þessu og ákvað í staðinn fyrir að hafa hurðina galopna ákvað hann á smá rifu, rétt svo nógu stóra svo hann geti litið út hana. Verða það besta barnið þig, bænheyrðu nú hvartið mitt. Svo ég megi sættur og sofa þeirra slíku nótt. Í bæjarhlaðinu sat lítill drengur, 5 ára gamall, berfættur og í hvítum kjól. Þegar kerling átti sig á því hverjum hann líkist, finnur hún tárin renna niður kinnarnar. Elsku drengurinn minn, þú ert á lífi. Hvernig getur það verið? Hingað kominn faðir minn til að spyrja þig. Nú, þú sigur nú vissi til. Hvað sætir það? Viltu einn eða 2 sykurmús til? Þú truflaði mig. Nú ég með í bæði, það verður alveg upp á nýtt. Þú ert ekki lengi. Ég er bara gátt út í gerða nú samt. Allt þegar þrennt ekki satt. Einu sinni var. Álfastúlka. Álfastúlka bjó í Álfasteini ásamt foreldrum sínum, álfakónginum og álfadrottningunni ásamt þegnum þeirra öllum. Einn blíðviðrisdag gekk drengur fram á Álfasteini. Drengurinn hafði gengið lengi en mylst af leið og var nú orðinn svangur og hræddur. Ég er svo svangur og nú fer bráðum að dimma og þá fara tröllin að sjá. Og þau eru líka eflaust svöng. Ég verð að finna mér félagsskap fyrir nóttina. Álfastúlkan vorkennir drengnum og ákveður að hjálpa honum. Ekki gráta manna, barn. Hver er þú? Gafst ekki það. En ef þú kemur með mér, þá skal ég gefa þér mat og mat og skjólir hausinn fyrir nóttina. En það bara ein regla. Þú mátt ekki taka neitt úr frá sendi. Drengurinn lofaði því. Álfastúlka tók í hönd drengsins og leiddi hann inn í steinin. Þegar í steinin var kominn, sá drengurinn að hann var kominn inn í stóra og mikla höll, klæddur marmara, gulli og eðalsteinum. Morguninn eftir fór álfastúlkan með drenginn aftur út. Í þann mund sem drengurinn ætlaði að ganga á stað, komu álfakonungurinn og álfadrottningin út úr höllu sinni. Stöðvið þjófinn! Hann er ekki þjóðsótti. Hann er gesturinn í nótt og fekk hans húsaskjól og mat sem ég færði honum. Ekki þjófur, segir þú! Það var Rúbinsteinn úr konunglega hásættinu í nótt. Viltu ekki bara sýna það hvað hefur verið vöss?
Drengurinn tæmdi allt úr vösunum sem hann hafði, en ekkert fannst. Svona ástin, þarna sérðu. Drengurinn saklaus. Hann ekki saklaus, þegar ég segja hann sé saklaus. Ég lofa, ég tók ekkert. Nú skaltu róa ástin. Þú segir mér ekkert að róa mig. Þegar bara þegar hann getur gefa ykkur leyfi til að... Nei, nú er nóg komið. Svona tala ekki með konuna þína. Svona tala þú ekki með mömmu mína. Hvað eiginlega að gerast hér? Já. Þú voru að koma betur fram með fólki í kringum, Þorkell. Ég? Með konunnar í kringum þig. Hvaða endemisvitleysa er þetta? Þið eru bara persóna sem ég skapaði, ímyndarafli mitt. Hvað er ég sem ræð hérna og... Samt eru við hér. Gæti verið að samviskennir hafa áhrif á endurmeðvituna þína Þorkell Friðbjarnarson. Nei. Hugsaðu mér að hólfrið í konuna hennar. Hugsaðu allt sem hún hefur gert fyrir þig gegnum tíðina. Hún hefur hugsað þig og þjónast á meðan þú ættist í drauma þína og þú leyfir þér að skammast í henni. Og hún ekki betra skilið, Þorkell. Vá, ég fekk bara alveg rík augun maður. Já. En það kallar hvað Laugarlandsskóla ekki gott lag.
Þá er komið að því að kynna síðasta atriði kvöldsins. En leiklistavalið stígur næsta svið með prinsessann og elfustrákurinn eftir þau Bæring og Gíselu. Gefum leiklistavalinu gott klapp. Ég get ekki missa hana, ástina í lífinu. Hvernig má þetta vera, hún er svo ung? Ég veit ekki hvað ég á að segja þarna. Ekkert sem ég gerum mér að skapnast henni. Það lítur út fyrir hún hafi orðið fyrir einhverjum svartagaldri. Ég get ekki missa hana, ástina í lífinu mínu. Náðu fyrir mig í dóttur mína. Ég vil kveðja hana áður en... Ekkert enn, það er ekkert enn. Svona, ástu mín. Núna verður að vera sterkur. Fólki þarfnast þín. Hirfir, sættu dóttur mína. Hér er dóttirin hérna. Nú vil ég fá reyn með dóttur minni. En? Ekkert enn. Gefðu mér þessa einu ósk. Gættu þess að hún klári drykkinn sinn. Það er mikilvægt að hún fái nægan vökva. Hvað er þetta? Þeyfar ekki það bara. Gerðu bara svo þér er sagt. Hún deyr. Gerðu það, mamma. Ekki deyja. Svona, grátt ekki nú barn. Það fellur í skaut að vera drottning einn góðan við þetta. Lofaðu mér einu. Hverju sem er. Ekki láta aðra skipa þér fyrir í lífinu. Lifðu lífinu eins og þú vilt lifa þér. Ég lofa því, mamma. Gott. Ég er stolt af þér, dúa mín. Svona, drekktu nú aðeins. Og það er eins gott að gera eins og hún segir. En ekki eru allir svo sannir þið. Nei, svo sannarlega ekki. Prinsessan lætur ekki skipa sér fyrir verkum. Það er stelpa með bein í nefinu. Svona, dúfa mín. Æ, pabbi! Nú heyri ég ekki verið að koma. Stöðum stöðu. Þú getur gleymt
því að ég sé að fara að gifta mig. En stjúpmóðurinn segir að þú verður að festa ráðið. Þú ert jú orðin 14 ára. Hvað er eiginlega að? Er ég ekki barn ennþá? Ekki ævintýrinn áttu mín. Mjallhvíta 14 ára, Jasmín 15 ára og Múna 16 ára. Sérðu ekki hvað þetta er allt saman sjúkt? Á ég ekki að fá að stjórna mínu lífi sjálf? Auðvitað, og að vitalega hafa eitthvað að segja hverjum þú giftist. Æ, elsku kóngsi minn. Börn á hennaraldri hafa ekki þroska til að velja sér maka sjálf. En samtægilegan þroska til að gifta sig. Giftingar eru bara pólitík, vina mín. Það sjá til þess að valda eftir liði áfram. Auk þess er ég góð fyrir fullkomin eiginmann fyrir dótturina, kóngsi. Nú já, hver er það? Hans minn, komdu hingað til okkar. Mér langar ekki að fara þarna fram. Hættu þessu gerðarbæri sem þið sagt. Hann Hans er vitaskuld fullkomin eiginmaður fyrir dótturina. Hans? Sonur þinn? Býttu, er það ekki tæknilega sér bróðir minn? Stjúpbróðir. Auk þess að löng hefð fyrir ég hennan konungssagt að giftast innan fjölskyldunar. Pabbi! Já, er það ekki svolítið skrítið, ljúfa mín? Ég tek ekki hennan orð. Já, það var ekki brákveðið, ljúfa mín. Sem þeirrið ykkur. Þeirrið gerður sér sagt. Svona, þetta verður flott. Farðu nú að kynnist hvort öðru aðeins betur. Hvað fyrir kóngsi? Við þurfum að fara að skipuleggja veisluna. Ég vil að brúðkaupið fari fram á miðnætti í kvöld. Já, ljúfa mín. Bara svo að séu á hreinu þá er ég ekki að fara að giftast þér. Ég var nú bara fegin. Mér langar heldur ekki að giftast þér. Eins og þið hafið eitthvað um það að segja. Þið getur sko bara sem fyrir sagt. Ég læt engan segja mér fyrir verkum. Ég ætla að lifa lífinu eins og ég vil lifa því. Því lofaði ég mömmu. Hún mamma þín er dauð. Gleymdu því. Nú er það nýja drottning sem það er og þú gerir eins og hún segir. En nú er ég þyrst. Já, var eitthvað að hringja? Ég er þyrst. Ná fyrir mér vatn og verður snöggur að því. Hæ, finnst þú það? Hæ, Pétur. Eitthvað sátt fyrir þig? Nei, það held ég bara ekki. Halló, á að ég ammali með þetta eða hvað? Já, afsakið. En þú þurfa? Nei, ég hafa gott. Ok, ég gef smá. Það er ómögulegt að fá almennilega húsnæði nú á dögum. Þura, hvað á ég að gera? Það verður allt í lagi. Pabbi er orðinn svo fjarlægur. Það er svo að sé ekkert hægt að tala við hann lengur. Svo er þessi herfilega stjúpa að gera mig gráhærða. Hvað á ég að gera? Já, þú getur þá kiptið þig. Við þarfnar að fá engum að kiftast. Þú mátt sko alveg taka minn stað. Þú værir ekki að segja það. Þú værir að kiftast eftir hússtafnum. Ég hætti sem. En það geti aldrei orðið. Eldurstrákur fengi aldrei að giftast prinsessu. Líka vatnið. Veitu, hvað er svo fúla? Líka að leita sér að nýju fórnarlambi. Já, það virðist vera hennar helsta áhugamál að gera öðrum lífið leitt. Ég meina, hefur hún ekkert betra að gera? Pleiðu, heldur víst ekki láttu frá eiginni. Nei, oi, mamma hennar er bara verðið veikvæði. Ég skil ekki hvernig pappa datt í hug að giftast henni. Jæja, ætti ég bara að fara aftur með það. Kíktu fyrir. Komdu frekar með mér út í krikket. Veit ég hvort ég Æ, ég gerðu það, Pétur. Bara í smá stund. Ég þarf að nýta tímanum með þér ennþá frjáls. Ennþá frjáls? Hvað meina? Hér fyrir ekki hittu. Drottningin ætlar að láta hann að giftast hans á miðnætti í kvöld. Hans? Veitu, hann heitir stjúpbróðir. Jú, finnst þér ekki. Þura! Þura! Æ, ég nenni sko ekki að tala með hana. Fljótið, drífum okkur. Já, en
stelpu sem ég hef sagt svona einu sinni. Já, þið eru frú. Loksins eru þið farin, en þið klæja svo í bakinu. Hlæja þig á, ekki allt í lagi með þig? Sástu ekki hvað var að gerast rétt í þessu? Nei, sorry maður, ég svona þess að hútjörna. Klæja svo brosina og bara... Drottningin lokkaði þernu prinsessunar út í skót þar sem hún mun drepa hana. Við höfum gert þetta einu sinni ári, alveg síðan ég byrjaði að vinna hérna í kassalunum. Að lokka fólk út í skó til að tína sveppi og svo snúa það tilbaka. Síðast var það rafvirkinn okkar. Þar á undan gamli bakarinn úr Hallarardúsinu. Hvernig hef ég bara aldrei fattað þetta áður? Þegar þú segir þetta þá fannst mér alltaf skrítið að hún var að fara með fólk út í skó að tína sveppi þegar við erum með svepparæktun í Hagla gróðurhúsum. En af hverju hún að drepa allt þetta fólk? Sko, sagan segir að hún sjúi blóði úr því til að gera drykk sem heldur henni á lífi. Já, hei! Shit maður! Það er sjúkt! Ég hef aldrei hitt að taka lýsi! Þetta er að grínast. Ég trúi þess ekki. Er Þura þá dáin? Þetta klækjóta skrímsli. Ég verð að gera eitthvað. En hvað? Nú vildi ég óska þess að mamma væri hjá mér. Hvað hefði þú gert í lífinu sporum, mamma? Ég hlýt að vera orðin klippur. Vissu svo mamma hefði horft á mig í mannverkinu. Sæl er sú sem á sjálfan sig trúir og feta sína eigin braut. Hert upp hugan ráðin kann ég, vottur falli skaut. Oft var illan til að þekkja illan sem leysa kann illfæran þraut. Í dýflusu dúsur úlfur sá sem ranga meðferð lauk. Söknur sá, því horfið við milda móður skaut. Þó mun ég ætíð fylgja þér á þinni þroskabraut. Úlfur? Dýflissa? Nei, mamma ekki fara! Ég get ekki gert þetta ein. Þú ert ekki ein prinsessa. Ó, Pétur. Hvað myndi ég gera án þín? Komdu, við þurfum að drífa okkur. Sjáðu hvað þú hefur gert! Þú ert búin að kjafta frá öllum leitamönnum drottningar. Ertu búin að gleyma þegnaskipinu okkar? Svona varum við báðir drepnir! Fyrirgefðu maður, hvernig átti ég vita að þau hvað var að lera? Fyrir utan það, drottningin getur ekki drepið okkur ef hún deyr fyrst. Prinsessin og eldursáttun læddust fram hjá vörðunum við tífleysuna sem voru að spila skák og verði einskis varir. Voru þeir bara að chilla í vinnu eða? Þeir eru ekki svona professional eins og við. Nei, nákvæmlega!
Já. Við sögum líka drottningin að neyða prinsuna í gifta syni sínum hans. Já, auðvitað. Ég veit vitanlega allt sem og hefur verið. Nú þurfum við að hjálpa þín að halda, Úlfur. Prinsessan og eiginlega þrællinn hennar að biðja mig aðstoð. Hann ekki þræll og hann ekkert aumur heldur. Hann vinur minn og ef þú þarf hjálpa okkur, þá hvað? Ætlar að henda mér í dýrflissuna nú þegar búið að því, ef þið hefur ekki tekið eftir því og degra dugdugdugdugdug. Ætlar að tala svona? Nú skil ég hvað að gerast ég. Þetta forboðin ást. Auðvitað. Prinsessan vill ekki giftast stjúpbróður sínum því hún ástfangin í aulaþrælnum hennar sem hún kallar mín. Hættu að kalla hann þræll. Hann heitir Pétur og ef þú þarf ekki að hjálpa okkur, þá hefur ekkert við meira að tala. Bíðið! Ég sagði aldrei að ég skildi ekki hjálpa ykkur. Mér svo gefur aldrei sterkla kannski. Ef þið hleypið mér á fjötrunum, þá skal ég gefa ykkur ráðum á hvernig má bjarga konungsríkinu og klóm norðmærinnar. Norðmærinnar? Já. Stjúpmóðin ekki öll það sem hún sé. Bíddu, þannig að... Viltu fá það ráðið ekki? Já, auðvitað vil ég fá það. Hleypið mér þá úr fjötrunum! Ég ekki það yngjast hérna. Og bráðum það verður of seint til að bjarga konungsríkinu. Þetta var svo treystandi. Við höfum engar aðrar að kosta bör. Láttu mig ekki að bíða svona eftir þér, gjafniði. Nei, auðvitað ekki. Það er svo að koma. Fljótur, í fremur. Jæja, hvernig fer múlminn minn í lúxusherberginu sinni í höllinni? Það var ekki það sem ég hafði í hyggju. Þið baðst mig að hjálpa þér. Norn. Drottningin launar þeim sem gerir mig greiða. Kallaði þið heppin að vera lífi. Það vantar ekki kjaftin á þér, stelpa. Á meðan ég mann hans til hamingju með trúlofina. Þú hlutir að vera iða af spenningi. Nei, eiginlega ekki sko. Bíddu, hvernig veist þú af því? Við hvern hefur við að tala? Ég hef mína leiðir. Bíddu, var þetta ekki stelpast? Og veistu, rákurinn sem að... Hvað gerir ég? Þú ekki að blaðra við það sem kemur þér ekki við. Gamli, ruglu, bali. Já, ég veit að skuld mikið að þakka, Úlfur. Án þín hefði ég aldrei komið gömlu drottningar ruglunni fyrir kattarinn. Hvað var þetta? Þetta var... Ég að leysa vind. En það bann. Eitrið var svo ógreinlegt að engum grunaði neitt. Og það besta af öllu var að prinsessubjálinn var svo sem gaf móðir sinni hinstaskapti. Hvað var þetta? Þetta var gardagullið. Hefðu komið í nokkur með matarbita fyrir eitthvað dyggaþjón. Veistu, minn kæri Úlfur. Ég held að hreinlega taki því varla. Það er orðið hættulegt að halda þeir á lífi. Það eykur líkurnar á mig djöfullega ráðáttur konur. Á auðvitað. Ríkisböðlinn kemur úr helgabrínu sína morgun og þá... Ég þakka þér kærlega fyrir allt sem þú hefur gert fyrir mig, Úlfur. En nú skiljast leiðir. So long, sucker. Hafa það gott. Eða, þú veist. Bless, bless. Ég líka aldrei þess að fjölskyldu og svona. Ókei, ég veit að það voru óhefnilegar upplýsingar. En stendur dýllur okkar ennþá. Hvað ætlaðu að gera? Þetta böðlinn höfðan hausinn á morgun. Já, ekkert þetta meira skilið. En
þurfum á upplýsingum hans að halda og þær gefur hann ekki fyrir. Svona, nú ertu frjáls ferðaðina ódómur þinn. Segðu okkur nú hvernig við frjálsum konungsríkið. Nú, það er bara einhvert. Það eina sem þið þurfið að gera passa þess að nornin drekki ekki segja fram að miðnætti og þá, já, þið veitum hvað gerist næst. En, nú kveð ég ykkur, við sjáumst. En, hvernig komið þið veg fyrir hún drekki seiði? Komdu, við höfum enga tíma að missa. Halló, það er mig! Halló, krakkar! Koma aftur, vonandi. Ég meina, það er prinsessan komstu mín. Ég veit það hreinlega ekki, ljúfa mín. Og var nú eitthvað efins með þetta allt. Hér er konunglegri sóladrykkur eða náð. Já, þakka þér. Maður fá svo svopa á þessu. Nei! Þetta er bara svona konudrykkur, ástu mín. Jæja, hvað er prinsessan? Hér er ég. Það var mikið. Afsakið mér tætt, en kæra drottning, ég hef ákveðið að biðja afsökunar á hegðun minni undanfarna daga. Já, þessu átti ég ekki von á. Og við til sönnunar vil ég gefa þér loforð. Ertu til ég að taka í báðar hendur mínar og koma inn á mitt gólfið, svo allir geta séð? Ég skal halda þessu fyrir þig. Það heit gef ég þér, ó drottning, að hvenær sem er, undir hvaða kringumstæðum sem er, hvar svo sem ég er, eða hvert ég er að fara, undir hvaða kringumstæðum sem er, undir hvaða kringumstæðum sem er, hvað svo sem ég finn mig í veröldinni, hér eða þar, undir hvaða kringumstæðum sem er. Hvað svo sem ég mun gera eða... Jæja, nú er ég alveg búin að glemma hvað ég ætlaði að segja. Ef ekki bara drífa í þessu, klukkan fyrir að slá miðnætti. Er það ekki? Þú ert undarlegt barn. Jæja, hvað er það? Kæru brúðskupsgestir, við erum hér saman komin til að færa þessum tveim ungmennum í festar. Því spyr ég þig, Hans, vilt þú ganga að eiga prinsessuna? Jú, hættu það ekki. Og vilt þú, prinsessa, ganga að eiga Hans? Hvað er klukkan? Klukkan? Já, hvað er klukkan? Hún er 2 mínútur í 12. Prinsessa, viltu ganga að eiga Hans? Nei. Ég vil ekki giftast Hans. Hvað á þetta að þýða? Ég veit allt, nornin. Ég veit hvað þú gerðir við mömmu mína. Og hvernig þú er búin að vera að plata pappa minn. Og hvað þú gerðir við Þuru vinkonu mína. Og ég veit hvað var í glasinu þínu. Hvað ertu að tala, Dúni? Hún rugglar bara eitthvað. Og nú fyrir klukkan að slá miðnætti. Og þú þarft að fá drykkinn fyrir miðnætti. Er það ekki? Leitt að valda þér vonbrigðum krakkaskratti. En glasið er tómt. Og hvað heldur þú að hafa verið í glasinu? Hérna á það, á meðan ég truflaði þig. Þá skipti Pétur út lífskraftinu þínum fyrir... Ribena saman!
prinsessan og algjörstrákurinn að skipta út seiðinum í tæka tíð svo nornin veslaði og dó úr elli. Það var auðvitað ekkert brúðkaupinu milli stjúpsynskjana. Því eina manneskja sem var peppað það brúðkaupu var nornin sjálf. Og þegar hún dó, þá losnuðu allir úr þeim áliðum sem hafði verið sett á þau. Og það var enginn sáttari en Hans sem þurfti nú ekki lengur að giftast prinsessunni. Já, eldstrákur og prinsessa giftist auðvitað og lifði Halló! Er ekki eftir lagi með ykkur? Eru allir svona hlindir barnabrúðkaupum? Ég meina, við erum bara 14, sko. Afsakað okkur. Prinsessan og aldursstrákurinn lifðu hamingjusöm, áhyggjulaus, eins og börn eiga að vera. Og án þess að nokkuð segi þeim fyrir verkum framar. Hvernig endi eiginlega svona ævintýri? Já, stendur oftast bara neðst á blaðsíðunni. Endir. Jæja, þá er komið að lokum hjá okkur í kvöld. Þetta var alveg magnað, krakkar. Okkur langar að biðja ykkur að klappa fyrir ljósameistari kvöldsins, Esju Sigriði og Lífbeti Viðju. Já, og sviðsmeisturum okkar er Silvíu Sif og Örvar Eyli. Einnig langar okkur að biðja ykkur að klappa fyrir nemendum, kennurum og starfsfólki skólans. Við minnum á veitingasöluna niður í íþróttahúsi þar sem verður líka hægt að kaupa skólablaðið af vörðuna. Súpa og brauðir í boði, endilega borða okkur gat svo við komumst nú til Danmerkur. Fyrir hönd Laugarnáskóla þökkum við kærlega fyrir komuna. Takk fyrir okkur.